En í dag ætlum við að kynna okkur framboðslista dögunar og fyrir hvað sá ágæti flokkur stendur, því að hér hjá okkur í hljóðstofu Sturla Jónsson. Velkomin Sturla. Já, takk fyrir það. Þú ert í fyrsta sæti á lista dögunar hér í Suður kjördæmi. Byrjaðu að segja okkur fyrir hvað stendur framboðið? Þetta snýst náttúrulega bara réttlæti og gott samfélag fyrir okkur sjálf og það það sem við erum meira og menna fólkið í dögun búin að standa fyrir hérna frá hruni. Við byrjum, mörg okkar byrjuðum á Austurvelli þegar að Geir blessaði Ísland og þá fórum við að standa þar ansi mörg og þannig að svo höfum við staðið í baráttunum bara í síðastliðin, við getum sagt, 5-6 ár. Já. Og svo liggja leiðir okkar saman í undir merkjum dögunar og þannig að þetta snýst allt réttlæti í landinu. Já, og þeir eru náttúrulega komið ykkur á framfæri við kjósendur og ná talsambandi við fólk. Hvernig er ykkur tekið? Ég svo sem búin að fara í gegnum nokkuð. Ég náttúrulega fór hérna 2009 og þá byrjaði að þreifa mér fyrir í þessu og svo 2013 og svo þannig að þetta ári búið að vera ansi busy því að ég fór líka í forsetakosningarnar og þannig að það er bara, ég get ekki sagt að það sé bara tekið þokkalega við manni. Það gekk vel að safna undirskriftum hvort sem það var í forsetembætti eða bara undir merkjum dögunar. Þannig að það gekk alveg ljómandi sko. Já, búin að vera að ferða á Selfossi í dag. Hvernig finnst þér svona staðan vera? Hvað er það sem helst brennur á Sunnlendingum? Það eru húsnæðismálin, þetta svona virðist vera jafnt og þétt bara yfir landið. Það eru húsnæðismálin, vegamál eða samgöngumálin og heilbrigðismálin og svo bara kvóti og annað slíkt. Já. Og það er það sem fólk veit helst ræða Já, og svo þegar maður horfir sjálfur bara tilbaka að því að daginn að þá var sagt að framtíðin í unga fólkinu hefur aldrei verið bjartari enn í dag. Varðandi húsnæðismál og annað slíkt sko. Já. Og svo ef maður horfið bara á sjálfan sig, maður er 50 í dag eða það bil og hérna maður fer aftur tilbaka þegar maður var sjálfur svona 17, 18, 19, 20. Já. Þá þótti það nú bara ekki tiltökum mála að fólk á aldrinu 17, 18 til 20 væri að kaupa sér 2 til 3 herbergja íbúðir. Nei. Og ég var fluttur heiman 18 og það var mjög algengt að fólk var farið heiman bara 20, 21 kannski 2, þá var það bara alfarið og Já. En í dag, þá þetta bara ekki hægt. Þannig að mér finnst að skjóta svolítið skökku við þegar að menn segja að það hefur aldrei verið bjartara. Heldur þetta sé ekki hægt ef að foreldrin væri nú svolítið ákveðnir og bara ýttu börnunum úr hreiðrinu? Þannig var það nú í mínu ungdæmi þegar ég fór að heima 16 ára gamall og... Já, sér það er ekki mikill aldursmunur á okkur þegar það gerir sko. Ég fer 18, nei, hins vegar þá það bara, það búið að ganga þannig frá því í bönkum og hérna... Nú komið greiðslumat og þú eru að sína svo mikið til þess að geta fengið lán og svo framvegis, þannig að það er búið að hefta. Þetta var ekki svona þegar... Í þá daga þurftur að helst að þekki eitthvað pólitíkus til þess að fá lán? Já, og það nei, það var ekki betra. Ég var komin yfir það að þegar ég kaupi mína fyrstu íbúð þá var ég reynda sko 20. Kona mín kaupi sína íbúð þennu 17 ára. Já. Og þá þurfti ekki fyrirgreiðslu hjá pólitíkusum, en þá var þetta komið það að bankarnir lánuðu okkur fólkinu, unga fólkinu, til þess að fara á versla. Já. Ég var á vertíð bara í Keflavík og hérna austum í landinu og ég átti fyrir útborgum bara. Já, þú getur tekið heilmikinn, það var á þessum ári sem ég fór á vertíð og kom með heim með fulla vasan. Ég var enda líka mjög heppinn því að þetta var skattlausárið. Já, akkurat sko. Þannig að ég gat sko... Þú þyrftu kannski að fá annað svoleiðis ár. Já, það væri mjög fínt, en hins vegar að þá svo sem búið að setja skattana svolítið verulega upp, þannig að það eiginlega búið að taka sko hvað ég að segja, bara getun og peningana frá unga fólkinu yfir í allt skattkerfið. Vill dögun lækka skatta? Já, og svo eins að skal ég segja að útdeila sköttunum eins og raugvera. Ég átti nú hérna að við komum inn á það þegar að vörubílstjórar og mótmælti hérna 2008 og þá hérna Árni Matthíasson hérna og var fjármálaráðherra. Jú. Og mér alltaf minnist eftir sko þannig að vera að setja okkur skatta og það alltaf talað með að vera tímabundið. Já. Og við þekkjum þannig báðu tveir að þeir eru ekki tímabundir. Nei. Og hérna þegar bifreiðaskatturinn var settur á og allir þekkja bifreiðaskattin sem eiga bíla og orðnir eldri en 17 ára eða 18 eða eiga ökutæki, þá þurfum við að borga þessi blessuði bifreiðagjöld.
En þegar þetta sett á í upphafi þá var þetta kallaður bóklöðuskattur. Manstu þetta því? Já. Þetta átti að vera í 2 ár. Og takið nú eftir hlustundu góður. Málið var að það var bara 1 króna á hver kíló sem bílinn vigtaði. Þannig að ef þið áttu bíl sem var 11-1200 kíló og þá var þetta 11-1200 krónur sem að bifreiðaskatturinn var. Nema það og svo þarna 2008 þá á ég fund með Árna Matt, þáverandi fjármálaráðherra. Og ég segi nú kannski tíminn til komin að fara afnema þennan bóklöðuskatt sem er búið að breyti bifreiðaskatt. Og hvað aldrei hann hafi sagt? Veistu það, Sturla, það kemur svo mikið í kassan að við tökum þetta aldrei af. Nei, það er bara það er hægt að nota þessa peninga og svo víða. Og þetta er kannski það sem við í dögum viljum gera, það er að fara að laga til í stjórnkerfinu og eins bara í lagaumhverfinu okkar að fara að virða þau lög sem að gilda eitt og annað hjá okkur, stjórnarskrár réttindin okkar og svo framvegis. Einmitt. Hvernig ertu til dæmis stendur varðandi stjórnarskrár umræðina? Ég er búin að halda náttúrulega stjórnarskráni mikið á lofti og benda bara til dæmis, ef við tökum eitt lítið dæmi með stjórnarskrána, að núna eru sjúklingar rukkaður lyf og komugjöld og sumstaðar skurðaðgerðir og annað slíkt sko. Já. En það eru 2 greinar í stjórnarskráni sem banna þetta. Vegna þess að einn segir að öll skulu vera jöfn fyrir lögum óháð efnahag. Já. Það er semst sá sem á enga peninga, hann skal vera jafn þeim sem á nóga peningum. Já. Svo förum við aðra grein í stjórnarskránni sem segir öllum skal tryggður réttur með lögum vegna sjúkleika, örorku, elli og svo framvegis. Þannig að það er miðað við þetta, sá sem á enga pening og þarf að komast inn á sjúkrahúsið, það má ekki rukka hann. Nei, mitt. Þannig að við eigum ekki að borga fyrir þetta. Það er alltaf gengið á stjórnarskrár rétt okkar. Já, ég hef mitt lent í því sjálfur að fara til læknis daginn og að því ég er 67 ára þá var mér boðið að borga bara helmingin af gjaldinu. Mér fannst þetta alveg óþarfi, ég átti alveg fyrir fulli gjaldi, en með hliðan á mér stóð kona með ungt barn á handleggnum og hún þurfti að borga helmingi meir en ég. Mér fannst þetta óréttlæti. Ég hefði mikið frekar vilja að hún fengi helmingsafsláttu, ég gæti alveg borgað. Fyrir mig. En þarna komum við að því og þá spyr ég nefnilega sjálf á mig, hvað þýðir allir jafnir fyrir lögum og eins að öllum skal tryggður réttur í lögum vegna sjúkleika og örorku og svo framvegis. Já. Þetta er brotið á okkur og þetta er kannski það sem að kannski er nú aðalega hjá okkur er að það hefði þurft að kenna og þyrft að kenna stjórnarskrána í Bandaskóla. Finnst þér þessi málflutningur þinn og döguna ná almennilega í gegn? Nú er flokkurinn ekki að mælast hátt í skoðanakönnunum. Nei, það er svo sem hérna skal ég segja hvað var það málflutningin? Já, hann er að ná í gegn þegar ég finn mikið meðbyr á þegar maður er að ræða við fólk og ég heyri á innklingindum á útastöðum og annað að stjórnarskráin er miklu meiri umræðinu og fólk er farið að tala Já, finnst þér að ég heyri aldrei minnst að þetta stjórnarskrármál ekki stjórnarskrármálið, heldur stjórnarskrárréttindin. Já, að hann sé virtur. Já, fólk er farið að tala það, býtu þarna verið að brjóta á mér, þarna verið að brjóta á mér, ég á stjórnarskrár var rétt þarna og svo framvegis. Og okkur vantar bara eins og í Bandaríkjunum að þar eru menn ekkert að íta stjórnarskránum mikið til hliðar. Nei, þau komast ekkert upp með það. Nei, og það er náttúrulega sama og ætti að gera hér. Já, ég finn drjúgan meðbyr með það. En hins vegar að þá er það nú þannig að stórumiðlarnir sem eru hérna í landinu þeir eru svona stýra því hverjir fá að vera upp á yfirborðinu og hverjir ekki. Einmitt. Ég veit ekki hvort á mannstætti mynd með Eddie Murphy sem hér Trading Places. Nei. Þetta voru svona verðbréfa hérna salar og annar átti dóttur og svo Tengdason og þau lifði í vellistingunum og Eddie Murphy leik svona uppgjafa Hermann sem var í ræsinu. Þannig að hérna þeir ákvaða þessi 2 verðbréfasalar að veðja hvað þeir skildu vera fljótur að gera Eddie Murphy að sko flottum verðbréfasala og koma hinum í ræsið. Aha, já. Og það tók ekki nema sko einhverja 10-15 daga sko og þá var hinn komin alveg á botnin en hinn var komin í hæðstu hæðir. Og það er nú kannski það sem ég er að segja með þessu er hægt að gera með skoðanakönnunum og peningum hjá stóru flokkunum að halda þeim inn í umræðinu og hinni flokkarnir sem eru sannarlega ekki með mikla peninga þeir geta náttúrulega aldrei orðið eins ábyrjandi. Nei.
Þannig nú bara lífið. Nú eru örfáu dagar til kosninga, hvernig myndi Sturla Jónsson helst vilja eyða þessum síðustu dögum? Það náttúrulega bara hitta fólk og fá að koma í alla þá þættir sem hægt að koma til þess að koma málefnunum á framfæri. Það svo sem eins og maður að tala þetta sem að brennur sérstaklega á manni, og ef við tökum til dæmis Suðurkjördæmi hérna, þá erum náttúrulega búin að keyra ansi mikið það, því ég verið að keyra hérna rútur. Hérna upp í Árnes og upp í hérna upp að Gullfossi og Geysir og þar í kring. Gullnarhringin, búin að fara hann svolítið. Og það svo merkilegt að það eru tekjur af ökutæki landsmenn eru 40.000 milljónur ári cirka. Og það mjög einkennilegt að það sé ekki 10-12.000 milljónum af þessum í vegakerfið á ári. Já. Og þá spyr ég bara, hvað verður hina? Hvað eru hinir peningarnir sem eiga að fara í vegakerfið? Já. Þarna og þetta víðsvegar náttúrulega í stjórnsýslun okkar og fjárlögun, að menn sé að eyða peningunum í eitthvað sem þeir eiga bara hreinlega ekki að fara. Akkurat. Og við getum tekið svo sem útgerðina líka og bankana, þeir ná hérna út úr samfélaginu okkar 200-300.000 milljónum á ári í hagnað. Já. Því að bæði þegar ég var ungur og þú varst líka ungur, að þá byggðist landu okkur upp eingöngu á sjávarútvegi. Akkurat. Að vegna þess að við höfðum öll vinnu af sjávarútvegum. En það bara ekki að gerast í dag og nú þetta farið að leggjast á ansi fáar hendur. Einmitt. Sturla Jónsson, bestu þakki fyrir að koma hingað til okkar á Suðurland FM, og eins og við segjum það eru 4 dagar fram að kosningum og nú að brettið ermar. Ég hvet alla til þess, ef þið, nú fyrir eitt smávegis, það nefnilega, það oft búið að segja sko, ef þið greiði þessum atkvæðið hinum og þá það að kasta atkvæðin eitthvað á glæ. Ég segi greiði atkvæðið eins og eitthvað finnst, því ef þið gerir það ekki, þá þið hreinlega að kasta breytingunum á glæ sem að þið getur hugsanlega fengið með því að kjósa það sem eitthvað finnst. XD? Nei, fyrir ekki, XD. Hugsið ykkur hvað maður búin að vera í þessu mörg ár. Býttu nú við, já. Að hérna maður skuli segja þetta. En þetta heitir að sjálfsögðu XT að því ég vil breytingar, dögun. Þetta það sjáuð hvað búið að gerast þegar maður búin að hafa þetta í eirónum í 50 ár. Tungun tamast. Já, segjum ekki meira. Bestu þakkir Sturla og gangið vel í þessari baráttu. Takk. Blessaður.